Góðan daginn, kæru vinir og velkomin. Nú skulum við vinda okkur eitthvað í æsku árin mín og ég, eins og þú kannski líka, margir voru nú þar, átti ég hesta. Og ætli ég reki ekki þá sögu aftur til ársins 1965, ég reyndar ekki með ártalið á hreinu. Og það var eins og með það, hesta, að það hvarflaði aldrei að mér að ég ætti eftir að eiga neitt við það. Það gerðist þennan dag, byrjaði þennan dag, ég var þá að labba vestur eftir. Það voru hesthús þarna ekkert langt frá og við þekktum strákarnir sem voru þar með hesthús og ég minni það nú að við höfum nú verið byrjaðar að kíkja þar við, svona annað veifið allavegna og þess að væri neitt meira á bak við það en að bara kíkja við og klappa hestunum og ekki væri annað, að það rennur upp að mér moskvits, grænn moskvits og inn í þessum moskvits er bílstjórinn náttúrulega og hann rúlar niður bílstjórarúðun og spyr mig hvort ég sé ekki til í að moka út úr hesthúsinu fyrir sig. Ég horfði á mannin og leist vel á. Ég svona mann nú ekkert eftir að hafa þekkt hann áður. Það getur nú vel verið að maður á nú allavega þekkt þetta andlit eitthvað. Ég bara man það ekki, nema hvað. Já, daginn eftir þá fer ég í hesthúsið hans og moka út úr hesthúsinu hans. Og það er eiginlega bara neglingin fyrir mig til hestana. Og ég var við þetta árum saman til ársins 1972 að ég segi skili við hestana. Og þá þetta hafði gengið á ýmsu og við urðum ágætis vinir við þessi sem að kom þarna á Moskvitsin og erum það ennþá þó við hittust nú reyndar ekkert mjög mikið í dag. Og maður varð heimagangur hjá fjölskyldu hans á þessum árum og drakk mikið af kaffi hjá þeim. Þetta voru gesturissið fólk og mikið ágætis fólk og þannig sem sagt byrjar þetta hjá mér. Ég fer að moka út hjá þessum ágæta manni út úr hesthúsinu hans og svo fór maður að gefa hestunum hans og svo fór maður að ríða út með honum og svo framvegis og við fórum oft saman yfir til Reykjavíkur, þaðan úr þessu hesthúsi, þetta var þarna niður í hrauninu, eða þú manst hvar hérna bæjurútgerðar skúrin var, þar sem að veiðarfaragerðin var hjá þeim fyrir togarana þarna upp á hrauninu, að þá var þetta hús fyrir neða það, ofan í gjótunni þar. Og það var afgilt svæði sem að á hérna 3 hliðar allavega og fyrir fram af við hliðina á þessu húsi var mikið hænsnahús. Það var reyndar ekki í rekstri þegar ég kem þarna fyrst en einhvern tíma var það í rekstri sem hænsnahús. Hænsnahúsið, það var bara autt og var autt bara allan tíman sem við vorum þarna nema þangað kemur inn einhverjir strákar sem fóru að verka saltfisk, nei það var harðfiskur. Þeir fóru þurrkaðir inn í harðfisk í ykkur ári, það var aldrei langur tími og þá var þetta hús búið að standa autt langa lengi og hérna ég man ekki eftir neinni annarri starfsemi í þessu húsi. Sjálfsagt hefur þetta verið geymslað eitthvað svolítið, ég bara vissi það ekki en engin starfsemi nema þarna í smá tíma í sambandi við harðfisk og þeir sem að voru þarna með harðfiskin voru menn sem að síðar eignuðust Hauganessið, ef þú manst eftir því. Þetta voru strákarnir sem gerðu út Hauganessið en þeir eru þarna sérst áður en að Hauganessið kemur. Að þarna erum við, félagarnir, að fóðra hesta og sinna hestum og klappa hrossum og gera við hross sem að hross þurfa. Og þaðan reið maður út vestur eftir og stundum í gegnum bæinn og upp í Sörla sem var þarna hesthús, félagshesthús og þegar við fórum til Reykjavíkur og þá fórum við þetta frá hesthúsinu
og það var safnað saman þarna við Sörla og riðið við til Reykjavíkur. En það var sem sagt, svo breytist þetta allt saman og ég fyrir að eignast mín eigin hesta og allir það hafi ekki verið ég mann ekki alveg hvernig við keyptum þetta ágæta hesthús. Þegar að við kaupum hesthúsið, þú veist kannski hvar það var þar sem að skátaheimili síðan reis, en það var löngu seinna, en hesthúsið var þar sérst á þeim reit sem að skátaheimilið í Norðurbænum reis á. Og þegar við erum þarna þá var engar byggingar neinstaðir í kring og hraunið eitt svo langt sem augað eygði í allar áttir og sláturhúsi var þarna og við hliðina á okkur var hænsnahús með nokkurum puttum í og það var rekið áfram eftir að við fengum húsið en svo hættir það og það kemur inn í þetta hestar sem þetta innrétta fyrir hesta og ég man ekki alveg hverju stóð að því en það voru nokkrar aðilar held ég sem að keyptu pláss og innréttu þetta og þeir voru þarna með hesta í einhver ár og notuðu bara lóðina sem að hinu húsinu fylgdi. Ég man ekki alveg hver margir hestar hafi verið þar en það getur alveg hafi verið 10 hestar. Við vorum með 4 eða 5 og í hinu húsinu getur alveg hafi verið 10 hestar væri í öllum hólfum. Þetta var svolítið langt hús en allavega því var breytt í hesthús og settar nokkra hurðir á gaflinn og húsið hólfað niður, hlutað niður. En við sem sagt kaupum húsið okkar, ég held að það hafi verið 1970, mér finnst það nú eiginlega, já, ég geti trúa því og ég og svona bróður mínum kaupum þetta hús af sameiginlegum kunningja sem að við svona umgengust bara í kringu þá hestana mest því að hestamenn í heldunum svolítið hópinn og við vorum bara partur af því teimi öllu saman og það sem við greiddum fyrir þetta hús var 80.000 krónur. Þetta var árið 1970, þetta var ekkert ódýrt, en þetta var bara gangverð á svona húsi, þannig að við keyptum það bara á gangverði. Það var alla tíð mjög fínt hesthús og loft gott og rúm gott og svona vandað til verka með hvað þetta hús varðar. Það var reyndar ekki með hlöðu þegar það var byggt á sínu tíma, ég held að þeir bræður hafi byggt það og svo var byggð við að hlaða, bárujárnshlaða og þegar við kaupum það þá þessi bárujárnshlaða komin. Og við náttúrulega fyrir strax í að flikka þetta eitthvað til og við máluðum það manni bæði utan og innan eða utan og svo stiftum við plan þarna fyrir framann sem var nú allan tíman sem að þetta hús stóð þar uppi í eitthvað 10-12 ár eftir að við kaupum það. Þannig að við gerðum þarna smá handak þegar við fengum það og menn voru sáttu við það og við gerðum annað meira að við settum inn í það kaffistofu og mér tjáð í raun og veru að þetta sé fyrsta kaffistofan í hesthúsi í Hafnarfirði fyrr og síðar. Erum við stoltir af því, ég veit ekkert það, en þetta var sagt og ég held að það sé rétt, en við kannski eigum ekki hugmyndina. Ég man eftir því að ég var búin að heyra þessa hugmynd lengi, eða einhvern tíma, já lengi, en við vorum líklega mennirnir sem riðum að vaðið með það. Og þessi kaffistofa var tekin partur á hlöðinni og hún var þarna allan tíman sem að þetta hús stóð uppi. Þegar að ég nú komin á sjó þegar þetta og ég svona farin að pæla í öðru og ég var ekkert mikið þarna sjálfur. En strákarnir, bræður mínir og vinir höfðu húsið og sáu bara það og ég var hérna með hesta og þeir sáu þetta mína hesta bara
eins og sína eigin hesta væri að ræða og þannig að það var allt saman í góðum höndum. Já, við keyptum þetta hús á 80.000 krónur eins og ég var að tala um áðan og þá var þetta ekkert ódýrt neitt. Eins og þetta var bara gangverð og fengum við að greiða dæmunni rétt á 1 ári. Bara eins og var í þessum, já ég held að vera á 1 ári frekar, já ég held að ekki verið meira. Þegar að hér komið sögu og þessi kaup fara fram ljóst að bæjarfélagið komið með nýtt skipulag. Þegar við kaupum húsið þá svæðið bara nákvæmlega eins og það hafði alltaf verið. Það var þarna bara hraun og einhverjir slóðar í hrauninu fyrir trönurnar og fiskhjallana. Eftir að þeir koma að það voru fiskhjallar sem það var hægt að keyra ef maður fór aðeins lengra en til okkar, þá beygður til hægri og þá gastu farið svona slóða, veggslóða yfir á Reykjavíkveginn og á þessari leið var heilmiklir hjallar sem að menn voru með fisk á en var fyrir löngu hætt að nota eða svona, var ekki mikið nota þegar hér komið sögu. Allavega mann ég ekki eftir mikið að fiski þar, þetta var maður kannski ekki alltaf þarna á ferðinni en þegar maður var þarna á ferðinni þá sá maður aldrei nokkurt fisk í þessum hjöllum, en þá voru hjallar þarna rétt hjá það sem við vorum og þar var oft fiskur á sumrin þegar sátími var á árinu. En ég man ekki að það hefur verið neitt það á hinu staðnum en þó getur það vel verið að eitthvað af þessu hafi verið nýtt en þetta var mikið svæði sem á sínum tíma var notað undir þetta. En þetta var sem sagt hesthúsið, það var þarna inn í þessu umhverfi. Og við eins og vorum að tala á þegar að okkur kemur að kaupa þetta þá komið plan sem átti að fara í framkvæmd eftir 10-12 ár og við vorum auðvitað látin vita að því að þetta stæði til og 10 ár á þessum ára fannst mann alveg bara eiginlega endalaus tími þannig að við vorum ekki mikið að pæla í því en þá var búið að skipuleggja áttum ekki að henda öllum hesthúsum út og banna hestamennsku þá var búið að skipuleggja svæði fyrir ofan kirkjugarð, það var alltaf að tala um það svæði fyrir ofan kirkjugarðin og þangað gátu við og hann líka sem átti þetta hús flutt húsið en það auðvitað kostaði aura að fara að eiga eitthvað við það og við gátum gert þetta við gátum flutt húsið það var byggt þannig að það var hægt að flytja það var einhvern veginn gengið frá því þannig það var hægt að flytja þannig að þetta var alveg innandi vegur en hefði kostað eitthvað aurum ég reyndar fór aldrei neitt út í það að kanna hvað þessi flutningur kostaði það einhvern veginn ógst manni svo í augum held ég að maður var alveg pottið dráði að maður hefði nú aldrei efn á þessu og kannski áhugin líka farin að minnka á þessari ágætu hestamennsku en það var aldrei neitt af því en það hús það var samt notað í all mörg ár í okkar eigu þó ég væri þar minnst manna þetta komin á sjó þá og komin hugan við sjómennskuna og ýmislegt annað sem að kannski maður talar ekki en strákarnir stóðu sig eins og hetjur þarna og riðu út eins og fólk gerir og sinntu þessu að kostgæfni þetta allt saman vinir manns í dag og hafa alltaf verið en sem sagt það komið þarna skipulag fram bæjar skipulag fram að byggja þetta svæði allt upp og þetta svæði sem var hraunið 1 og Ingvavegarlagnir það farið að vinna í því og á þessu svæði rís Norðurbærinn í Hafnarfirði hann verður til þarna og eins og með svona framkvæmdir þegar búið að skipuleggja þetta þá einhvern veginn rís þetta bara eins og gorkúlur en þegar við komum þarna þá ekkert þarna á svæðinu nema bara það sem hafði alltaf verið
kofar og stangli og vegslóðar í hrauninu á þeim stöðum þar sem að vegslóðarnir höfðu alltaf verið. En á þessu var breyting. Þetta hesthús, það var ekkert langt frá Garðavegsbrennunni. Garðavegsbrennan, hún var þarna í kallfæri við okkur, má segja. Þaðan sem við vorum, gátum við hort upp á klettin, þar sem að þessi Garðavegsbrenna stóð í áratugi. Og meira svo vegleg eitt árið að hún var nú valin stærsta brenna ársins. Ég held að það reyndar hafa aldrei verið nema 1 ár. Og það var fyrir mína tíð, þetta var bara eitt af því sem maður heyrði. Hún var, meðan ég var við þetta, alltaf næstasta brennan. Hún hafði nú þann titil. Það var í Suðurbænum brennan þar, á Holtinu. Hún var alltaf stærsta því þeir svindluðu alltaf þar. Þeir voru alltaf með tæki og tól til þess að hlaða kostin sinn með, hífikrann og ég veit ekki hvað og hvað. En við vorum bara með hendurnar okkar og bárum þetta allt meira og minna sjálfum okkur og auðvitað komu þarna einhverju tæki og með meira en við kannski verðum ekkert endilega var við það. Við tókum bara þátt í þessu með okkar 2 jafnfljótu. Við sögðum alltaf að þeir svindla þarna í Suðurbænum. Þeir nota verkfæri, tæki og tól til þess að stafla upp fyrir sig. En það var hún yfirleitt talsvert stærri heldur en okkar. Ég held að bærinn hafi nú bara áttu að vanda þeirri brennu svona í gegnum tíðina, minni það nú. En sem sagt þessi Garðavegsbrenna, hún var þarna rétt við þetta hesthús og ef þú manst eftir þessu svæði þarna vestur frá, þá manstu líka eftir þessu öllu saman og Garðavegsbrennunni. Kannski varstu einn af þeim sem söfnuði í hana þegar sá tími kom sem var svona í byrjun desember. Og til gamans má geta þess, það var alveg ógrynni af brennum í Hafnarfirði á þessum árum. Kannski 65 voru skráðar í bænum 40 kestir. Mest af þessu voru þetta litlir kestir, 40 kestir dreifðir út allan bæ. Og þar með var talin Garðavegsbrennan og brennan sem var á Holtinu. Og frá Garðavegsbrennunni þá horfðir þú beint yfir á Holtið og sást logan af söður brennunni og þeir auðvitað horfðu á Garðavegsbrennuna þannig að þeir stóðu. Þeir voru svona í kallfæri hvort við annað, þannig svona innan gæðsalefa. En það voru sem sagt 40 bálkestir skráðir í bænum, í kringu 65 og kannski var þetta svona árum saman. Þá var nú ekki verið að hugsa neitt kolefnisfótspor og á þessum árum voru menn bara að brenna drasli. Það hét nú bara það þá. En svo fór þetta nú allt saman að þrengjast að þessu öllu saman og það var fyrir margt löngu síðan var bannað að brenna dekkjum og alls konar öðru drasli. En sjálfsagt þetta orðið miklu þrengra skorið í dag því að menn eru alltaf svo alveg bara með í brókinni vegna loftlagsins sem þeir segja að sé að stúta í röllu. En við erum þarna í hesthúsinu okkar og gerðum svona svolítið fyrir það, við erum að segja eins og þetta er og máluðum það og flikkuðum upp á það og girtum girðinguna, löguðum hana og settum grófin niður heilmikla staura til þess að setja hlið og það vantaði alltaf girðingu fyrir framan húsið því að það var svolítið erfitt að eiga við það því að það vegurinn hérna til hænsna húsins, hann lá þarna framjá og við gátum ómögulega að það var ekki takt að loka honum, við verðum þá eitthvað að gera til þess að sá sem að synti þessu geti komist þangað klakklaust og það var ekkert hann að ræða en að bara grafa hólu og þá kom sveita þekkingin vel, við höfðum nú grafið nokkrar hólurnar í sveitinni
og við vissum að til þess var notað járnkall og skófla og við grófum heilmikla hólu, það ekki verið svona 90 cm djúp og vorum þá búin að finna 2 staura, svona hliðstaura og við settum einn niður og fengum sand, en ekki hvort við tókum hann, eða skiptir ekki máli, en það var gott að setja sand niður með og við pjökkuðum hann bara með járnkalli eða prikum og þjeppuðum þetta saman með þessum prikum og fylltum hóluna með þessu sandi og staurinn væni minna, þú fórst ekkert með hann þegar búið var að vinna þessu vinnu. Hann var svo kyrfilega fastur að það hreyfði hann ekki neitt, þannig að þetta var mjög góð aðferð og þetta lærði maður í sveitinni. Og þetta gerðu við með þessa báða staura og smíðum hlið inn í sem var bara á lömum og við gátum bara lokaði og opnað og þannig að umgengni var fín þar og öðru megin og hinum megin við staurinn var hlið líka sem að tegði sig alveg yfir í girðinguna fyrir stærri tæki ef að þeir þyrftu að fara að nefn, það var svona að hugsa fyrir öllum. En eftir þetta þá var girðingi lokuð allar hringin og þannig að það var alveg hægt að á þess að með nokkur áhætt að vera með hestana þarna úti bara þess að frá mótni til kvölds eða allavega fram á daginn eins og oft var gert ef við leittum þeim út þá komuðu kannski aftur bara til að gefa þeim kvöldið og þá voru þeir þar og fóru ekki neittuð þetta. Þetta var heilmikil búbót að fá þetta en þetta gerðu við og tókst alveg ágætlega. Já, það var alltaf talað það að í Hafnarfirði fyrir ofan kirkjugarðin, þú kannski manst þetta því. Hesthúsin voru fyrir ofan kirkjugarðin. Og ef þú veist hvar kirkjugarðurinn í Hafnarfirði þá veistu hvað svæði við erum að tala og eins og 8 viltur er þetta ekki austur. Og þar í austurátt fyrir ofan kirkjugarðin þar risu þessi hesthús og þau eru þar ennþá og á þessu svæði hefðu við geta fengið lóð okkur var boðið að fá lóð þar undir húsið ef við vildum flytja það og það var hægt að flytja það, ég man þetta því þá talaði það, við gætum flutta. Það var nú aldrei meiningin annað en að vera með þetta hús áfram. En ég náttúrulega, eins og ég segi, var ekki mikið í þessu á þessum tíma en með þessa hesta var eiginlega reyndar búin að eignast þá áður en ég kaupið þetta hús. Ég keypti þetta heldur þá alla af hinum sem ég var hjá sem að rendi upp að mér og baði mig að moka út hjá sér nokkur mánuð fyrr. Og svo þróast þetta þannig að hann selur mér fyrst einn hest, svo annan hest og svo þriðja hestin. Þessi fyrsti hestur og jarpur og það hefur verið, ég mannaði ekki, það var fyrir 70 einhvað, það held ég pott 68 kannski, 69, 68 og þetta var jarpur og klár, svo sem fallugur. En gallaðar að því leiti til að hann greið var eitthvað lungnaveikur. Í raun og veru var hann óbrúkhæfur vegna þess að hann var lungnaveikur. En ég átti hann held ég allan tíman með því ég var með hesta, þannig að maður pældi ekki til því, en það var ekki gott að ríða hann, það var eiginlega ekki hægt að ríða hann blessaðri skepninu vegna þess að hann bara gaf strax upp. Blés alveg eins og smiðjubelgur bara á því að ríða nokkra metra, þannig að það var eiginlega ekki brúkhæfur. Þetta var mjög fallega tross allt það, en bara sumir eins og menn eru bara veikir og lítið við því að gera. En ég man alltaf eftir því að við vorum ofta að ríða út og ég fór ofta á þessum hesti en alltaf með sama árangra, alveg var að gefast upp. Við ríðum oft vesturhettin eins og við segjum, Garðaskóli, það var nú svo vinstra leið að fara og ég fór ofta á honum, bæði einhesta og með öðrum. Og það var eins og við mannin mælt maður að maður var alveg áöld þá hvort maður kæmist heim.
blessu skepnan blés svo, en þessi hestur var alveg svakalegur skeiðari manni. Hann gat skeiðað alveg á 2 hesta, hann fór svo rætt. Ef hann tók á því, ég man eftir því, það var mjög gaman að skeiða honum. Þá bara fór vinurinn fram úr öllu sem fyrir var og skildi það eftir. En þetta var nú samt gallin á honum blessuðum að hann var svo móður. Hann var svo fljótur að mæðast með mann á baki sér. En það var gast alveg tengtan. Ég man eftir því ég reið inn í sinni til Þingvalla og þá átti ég 3 hesta og ég var með á alla með mér. Ég reið þessu nú minnst því það þýtti ekkert að ríða nú, en ef hann var einn undir sjálfum sér þá virtist það ekkert hafa háanum neitt þessi mæða. Hann var ekki að sjá hann alveg plummaði sig vel bara utan á eða í taumi. Og annan hest eignaðist ég frá þessum sama manni og það var brúnhestur, lítill. Þetta voru ekki af þessum hestum neitt sérstaklega góðir hestar, en maður notaði þetta og það var allt öðruvísi hugsun í þessum hestum þá. Auðvitað vildu allir eiga góðan hest, en ég fullyrði það að bestu hestar þá menn vil ekki sjá þá í dag. Það var orðið svo mikil framför í þessara hestamennsku allir saman. Menn bara hlæja að þessum bestu hestum þá, gæðingur sem við köllum, þeir líta á það og bara þær gæðingarna sem bara trundur í dag. Þannig það ekki saman að jafna þar. Og þetta voru hestar sem að ég var með, það voru svona ekki gæðingar en svona þokkalegir hestar, bara ágætir hestar. Og þessi númer 2 og hinn var þá bara áfram hjá mér. Hann eignaðist ég og hann var taminn, ágætis hestur þannig séð sko, en ekki stór. Þeir sögðu að maður hefði gengið með honum að lappa langur ég. Það var nú ekki rétt, það var ekki alveg svo slæmt. En ég mani sem með þennan, við vorum með þessa hesta í Krýsuvík í beit þar. Það var alltaf farið með hesta og hrafna í Krýsuvík og þeir voru þar sömar langt á beit þar. Við fórum oft þangað upp yfir og riðum út á kvöldin, maður nefndi þessu þá og maður myndi ekki nenna þessi dag. En það var ekkert mál fyrir mann, alveg brunandi bíladalla og maður kom á bíl, þannig að það var ekkert skemmtilegra heldur en að fara hann upp yfir og svo þegar maður var komin upp yfir og þá fórum við oftast nær á bak og þetta var heilmikið svæði þarna í Krýsuvík, þannig að þú gast bara riðið innan girðingar og varst þar alveg í svaka fínum túr. Þetta var svo stór svæði og ég man eftir því að þarna var fjöll, eða svona fjallgarður og við fórum oft þennan fjallgarð, það var svona bara venjan og ég man einu sinni þegar við erum þarna og ég þá á þessum jarpa litla hesti og allt í einu tekur bara vinurinn bara strauji niður snarbratta líðina og ég alveg bjarga laus á hestinum og reyna að gera allt þess að halda mér á baki en gata ekki og rúlla bara af og hesturinn bara hvarf út í buskan. Ég veit ekkert hvað gerðist nema hvað ég veltist niður líðina og hinir strákarnir kom á eftir mér og ég meiddi mig ekki neitt og ég man eftir því að þeim fannst nú betra að ég færi bara heim og jafnaði mig og þeir myndu sjá hestin og sækja hann og ég skildi engar áhyggjur af því, þannig að ég gerði það en ég kenndi mér einskis meins en var alveg sáttur við þetta og ég fór heim og svo kom ég ljós að hann var þarna bara að bíta gras bak við einhvern hól og var þá orðinn alveg stiltur og rólegur. Þetta gerði það nú þessi og þetta var hann, ég held minni að hann hafi heitað Jarpur, ég man það ekki. En hann sagt áfram með mér og þessi restar allir áfram með mér og svo vorið, ég man ég það gæti hafi verið 1970, eitthvað svoleiðis, kannski fyrir 70, eða á því róli. Þá kemur hann að sjá geti vinn minn úr sveitinni og hann átti þá svona kassabíl og í þessum kassabíl svakalega fallegu fóli
sem hann hafði séð og verið með mig í huga þegar hann kaupir hann og ég kaupa hann af honum. Hún fannst einhvern veginn að ég ætti að fá hann og mér leist nú ekki nema meðalagi á þennan hest en sá hann var rosalega fallugur, það mátti hann eiga. En þetta var ótamið grei og bara fólatittur og hann var styggur og ljónstyggur og svona var nú aldeilis ekki neinn fagnaðarlegt af því þegar maður kom en og við förum með hann vesturuddir og í hús og ég kaupa hann og ég það svipa leiti þá held ég að ég eignist þetta hús með bróðum mínum þarna þetta var nú bara stutt þarna á milli og ég temði þennan fola og hann var bara mjög fljótur að koma til, ég man eftir því og þetta var þess að fyrsti hesturinn og eini hesturinn sem ég tamdi alveg frá grunni en þetta var bara brokkari, þetta var engin gangur í honum en hann var mjög fallugur það var gaman að vera með hann með sér vegna þess að tók allir eftir honum og svona reistur, svona fallega byggður og fallega vaxinn það var oft sagt við mig á þessum tíma hvað hann væri fallugur þessi bleiki klár hann ég og hann, þetta mjög fallugur hestur þetta var mjög fallugur hestur og ágætis hestur en hann var bara klárhestur það var engin gangur í honum klárir og miklir hestamenn þeir reyndu að fá úr hann og ganga en það fékkst aldrei neitt gangur í hann en hann var svakalega duglegur ferðahestur og kannski reyði þessu alveg daginn út og daginn inn og þess að hann blési úr nös þetta var merkilegt og svo var hann svo gæfur og svakalega gæfur maður að hálfa var nóg og allt annað en var þegar maður sá hann fyrst og alveg snarvitlis inn í þessum bíl en það var annað komið í ljós þegar búið var að fara höndum hann og hann orðin mannvanur eins og sagt hann þarf að temja þessi greið og ég sem sagt gerði það en þá nú svona að draga lokum hjá mér í þessar hestamennsku og ég hann síðasti hesturinn minn og ég held að ég hafi losað mig við hann 72 sumari 72 og eftir það hef ég ekki verið með hross á fóðrum og eftir það geti talið á fingrum annarra handar þar sem ég fer á hestbak ég fór síðast á hestbak 1989 eitthvað svoleiðis og þá reið ég úr réttum sem ég var í þá bóndinn hann bauð mér að fara með þeim og ég var orðinn feitur og fallegur eins og ég búin að vera lengi ég man alltaf eftir því að maður býður ekki hrossum upp á það að vera að bera svona flikki maður og horfa á bumbun á mig á hlóar hafði ekki ágjörð að því hann veit ekki að þér og ég fer á bak maður og við viti menna vissi ekki af mér þetta var eitthvað 30 tíma reið og hann alveg blés ekki nös þegar við komum í hlað þetta eru öflugar skepnur þessi hestar en sem sagt þetta eru mínir hestar sem ég átti og ég losaði mig við þetta allt 1972 og strákarnir sem voru með húsið héldu því ennum sinn og í nokkur ár voru þeir þarna og ég skipti mér eiginlega ekkert af þessu meira og þeir fóru sem sagt fyrir ofan kirkjugarð flestir þá og sumir af þessum strákum sem voru með hesta þá eru ennþá með hesta þarna upp frá og sumir hættu aldrei hafa verið í hestum meira og minna alla sína ævi en sumir fóru úr hestamennskunni svona þetta leitið og ég held að þeir hafa ekkert snúið aftur í þetta en sumir af þeim eru ennþá við þetta og alveg ótrúlega margir sem voru með mann á sínum tíma eru ennþá
í hestum. Ekki svo að skilja, maður hitti þá nú mikið í dag, en þeir eru enn við þetta. Maður segir nú bara, þó þessa glæður hafi sloknað hjá mér, að þó lifi nú í margra glæðum með svo margt, og það er bara gott. Já, menn hafa gaman að þessu, þá var það bara, haldiði bara áfram sem allra lengst. Og láta engan deigan síga með það. En er þetta ekki alveg ágætt hjá okkur í dag, og ég enda alltaf eins, við sjáum bara til hvort við gerum eitthvað meira af þessu, en ég hugsa að ég gerir nú svona eitthvað aðeins meira, en ég lofa engum, og ekki vera fegin. Kveð í Jesú nafni.